Margir ferðalangar leggja leið sína í þjóðgarðinn í Skaftafelli að sumarlagi, en færri koma þangað annan tíma ársins. Við hefjum ferð okkar árstíðir í Skaftafelli vetur. Þeir síðustu hafa verið snjóléttir og láglendi oftast snjólaust. Tært loftið á björtum degi veitir kyngimagnaða fjallasýn. Dýra- og fuglalíf með minnsta móti og Skeiðará afar vatnslítil og nærri tær. Þjóðleiðin lá öldum saman yfir Skeiðarársand. Á milli byggða vegalengdin dagleið á hestum 40 kílómetrar. Oft hafa menn lent í slarki og mannraunum á þessari leið sem alls ekki fær nema kunnugum og ötulum vatnamönnum á sterkum og vönum hestum. Hrafninn einna fyrstur til að verpa og honum ekkert óboðna gesti gefið á meðan ungar enn í hreiðri. Hann byggir sér myndarlegan laup á klettasillu, oft mörg ár í röð á sama stað. Krummi lætur illa við hreiðrið og reynir að henda lausu grjóti á þá sem hjá ganga. Í byrjun júní ungarnir að því komnir að yfirgefa hreiðrið. Þá flestir aðrir fuglar rétt að byrja sína hreiðurgerð og fyrstu ferðalangar sumarsins að koma til Skaftafells. Plöntu- og fuglalíf fjölskrúðugt í Skaftafelli. Hér vaxa yfir 200 tegundir villtra blómplantna og birkinga og samfelldur gróður nær víða í 500 til 700 metra hæð. Stöðugt fleiri tegundir nema land á því svæði sem komið hefur undan jökli á þessari öld.
Meðal mjög sjaldgæfra planta í þjóðgarðinum má nefna svartburkna sem hér sést. Í sprungum í blágrýtinu gefur að líta holufyllingar af geislasteinum sem mynduðust fyrir milljónum ára þegar heitt vatn leitaði bergið. Skordýralíf í Skaftafelli mjög fjölbreytilegt samanborið við aðra staði á landinu. Skeiðarársandur talinn einn mikilvægasti varpstaður skúmsins við norðanvert Atlantshaf og þar verpa 3000 skúmspör. Til skamms tíma drottnaði skúmur yfir villtu lífi á söndunum, en hefur nú fengið keppunaut þar sem refurinn síðustu aldamót var refi eitt í Skaftafelli. Til þess voru notaðir hundar en ekki skotvopn. Upp á síðkastið hefur borið allmikið á refi á Skeiðarársandi. Fyrir nokkrum áratugum var lúpína gróðursett ofan við Bæjarstaðaskóg þar sem jarðvegseyðing var nær alger. Lúpína hefur nú breiðst hátt upp í hlíðarnar fyrir ofan. Ekki eru allir á eitt sáttir ágæti þessarar plöntu, en sambýli birkis og lúpínu virðist nú í góðu jafnvægi. Eftir að sauðfé hætti að ganga í Skaftafellsheiðinni spretta þar ört upp ýmsar tegundir víðis. Rennsli Skeiðarár var harla breytilegt sumarið 1991 og héldu þær breytingar áfram þar til hlaup kom í ána miðjan nóvember. Þegar þessar myndir voru teknar við Skeiðarárbrú í júnibyrjun var áin afar vatnslítil og rennsli hennar að miklu leyti þáttur morsár. Á sama tíma jókst rennsli Gígjukvíslar vestar á sandinum. Helst var talið að þessar sveiflur mætti rekja til framskriðs Skeiðarárjökuls og sprungumyndunar, en svipað hafði gerst árið 1929. Skeiðará fellur undan Skeiðarárjökli.
Í byrjun ágúst var rennsli árinnar eins og mest verður að sumarlagi. En þetta sumar var hiti mikill og sólbráð á Skeiðarárjökli eftir því. Venjulegt sumarrennsli Skeiðarár er 200 rúmmetrar á sekúndu. Hér sést vel hver rennslið hefur aukist niðri á sandinum frá því fyrr sumarið. Menn veltu því fyrir sér hvort hlaup væri í jaðsíi, en áin var ljós á lit og enga jöklafílu var að finna, en svo nefna öræfingar fnykin sem leggur frá ánni í hlaupi. Á tækniöld áður en brúin kom voru öræfingar útsjónarsamir við að komast yfir Skeiðará. Þeir fengu sér gamlan kanadískan innrásarpramma og breyttu honum eftir þörfum. Drekinn var meðal annars fylgdartæki stórra jeppa yfir Skeiðará. Á fyrstu áratugum þessarar aldar var aðeins hægt að komast yfir hana á hestum. Þá voru 70 kílómetrar til næsta læknis og álíka langt til prestsins, en ennþá lengra til yfirvalda og verslunarstaðar. Kaupstaðarferðir stóðu yfir í 8 til 10 daga. Ótrúlega fá slys urðu í ferðum manna yfir ána og má þakka það reyndum fylgdarmönnum. Fyrir brúin Skeiðarár var áin eitt mesti farartálminn í landinu og svo hafði verið öldum saman. Frumáætlun brúin Skeiðarár var lögð fram í ársbyrjun árið 1972. Ásamt Skeiðará þurfti einnig að brúa Núpsvötn og Gígjukvísl vestar á sandinum. Bygging Skeiðarárbrúar hófst árið 1972 og tók 21 mánuð. Mikið grjót þurfti í varnargarða og var það numið úr Hafrafelli. Brúarvígslan fór fram 14. júlí 1974. Samgönguráðherra Magnús Torfi Ólafsson opnaði brúna að viðstöddum forseta Íslands, herra Kristjáni Eldjárn og konu hans. Skeiðarárbrú er lengsta brú á landinu, 904 metrar. Brúin er eitt mesta mannvirki sem Íslendingar hafa reist, enda mikið í húfi að hringtengja þjóðvegakerfi landsmanna og bæta samgöngur öræfanna, afskekktasta héraðs á landinu. Brúin og varnargarðarnir hafa staðist ágang árinnar til þessa. Miðjan nóvember kom hlaup í Skeiðará. Hlaupið var ekki stórt, en vatn rann nær samfellt undir alla brúna. Hámarksrennsli mældist 2060 rúmmetrar á sekúndu, sem er tífalt meðalrennsli árinnar að sumarlagi. Skeiðarárhlaup eru misstór og stærst ef samtímis verður eldgos í Grímsvötnum og vatnsforðin yfir eldstöðinni brýst fram. Stærsta hlaup Skeiðarár á þessari öld var árið 1934 og þá gaus í Grímsvötnum. Rennsli árinnar náði 40.000 rúmmetrum á sekúndu, sem er tvítugfalt rennsli hlaupsins í ár. Óvíst er hvort varnargarðarnir og brúin fylgdu rennsli í líkingu við það hlaup. Á síðustu árum hafa hlaup í Skeiðará farið stöðugt minnkandi og verið reglulega á 4 ára fresti. Skaftafell ég skoða má, skógur brekkur klæðir, bráðum lít ég bæi þrjá, Bölta, Sel og Hæðir, kvað Páll Bjarnason frá Hnapavöllum. Bölti, Sel og Hæðir voru byggðir þegar gamli Skaftafellsbærinn var færður upp í heiðina á fyrri hluta 19. aldar.
Hefðbundnum búskap nú lokið og bæirnir gegna nýju hlutverki. Í Bölta býr síðasti ábúandinn, Jakob Guðlaugsson. Hann hefur nú snúið sér að þjónustu við ferðamenn ásamt póstafgreiðslu fyrir sveitunga sína. Fyrrum var hér öðruvísi umhorfs, eins og brot úr kvikmynd Ósvaldar Knudsen ber með sér. Skammt fyrir austan Hæðarbæinn, sem bústaður þjóðgarðsvarðar, gamli Selbærinn. Selbænum hefur verið viðhaldið í gömlum stíl og hann í umsjón Þjóðminjasafns. Þar má til dæmis sjá fjósbaðstofu. 2 þjóðgarðsverðir hafa verið í Skaftafelli. Fyrst gegndi því starfi Ragnar Stefánsson frá 1967 til 1988, en síðan hefur Stefán Benediktsson, sem hér sést, haft það með höndum. Hlutverk þjóðgarðsvarðar fyrst og fremst umsjón með þjóðgarðinum í umboði Náttúruverndarráðs. Við gömlu tún neðst í Skaftafellsheiðinni talið að hið forna Skaftafellsþing hafi verið haldið. Rétt fyrir austan tjaldstæði þjóðgarðsins. Þjóðgarðurinn opinn ár hvert frá byrjun júní til 15. september. Árið 1991 greiddu 24.000 manns fyrir tjaldstæði, en heildarfjöldi gesta var vart undir 60.000. Annar hver útlendingur sem í þjóðgarðinn kemur þýskumælandi. Mikið lagt upp úr þjónustu við ferðamenn. Fjöldi þeirra eykst stöðugt eða 10% á ári síðustu 6 ár. Því þarf að halda vel á málum ef sinna á gestum svo vel fari. Náttúruvernd ríkur þáttur í starfi landvarða, en háannatíman alls 7 landverðir í þjóðgarðinum. Þeir sinna þjóðgarðsgestum og fara með þá í skipulegar gönguferðir þjóðgarðinn, til dæmis að Svartafossi, Kristínartindum, Bæjarstaðaskógi og Morsárjökli. Þegar tími gefst til, annast viðhald og gerð göngustíga. Ekki þurfa þó allir að gista í tjaldi, því í Bölta og að Hofgarði boðið upp á gistingu og eins hefur verið opnað hótel að Freysnesi. Eftir gríðarlegan kuldakafla í lok síðustu aldar gengu jöklar mikið fram og voru útbreiddari en þeir höfðu verið í þúsundir ára. Skaftafellsjökull og Svínafellsjökull, sem liggja sitt hvoru megin að Hafrafelli, gengu fram og voru samtengdir allt fram undir 1940. Þá tóku jöklarnir að hopa og hafa þeir dregist saman yfir 1 kílómetra, en gengið eitthvað fram á allra síðustu árum. Á jöklinum ýmis fyrirbæri náttúrunnar, til dæmis aurkeilur. Þær myndast aðalega að sumarlagi þegar jökull bráðnar. Þar sem aur hefur safnast í sprungur og lægðir, bráðnar hreinn ísinn umhverfis. Sá ís sem leynist undir aurnum bráðnar mun hægar og eftir standa aurkeilur sem geta orðið margra metra háar. Stór þáttur Skaftafellsár kemur undan Skaftafellsjökli við austanverða Skaftafellsheiðina.
Að útfalli Skaftafellsár er innan við hálftíma gangur frá tjaldstæði þjóðgarðsins og er það tilkomumikið sjónarspil. Við ljúkum ferð okkar þjóðgarðinn í Skaftafelli þegar dagur er tekinn að styttast, lauf falla og ferðamenn halda til síns heima.